og við vitum ekki hvaða lönd það sem Snorri þiggur úr hendi konungs. En ég með samt með tilgátu það að það ein jörð á Íslandi sem konungur segist eiga eftir lát Snorra. Ágætu hlustendur, verið velkomin að viðtækjunum. Það Íslandssagan sem heilsar, 3. þáttur. Nú í síðasta þætti ræddi ég við Viðar Pálsson þjóðveldið, stjórnmál og réttarfar á Íslandi, fyrstu aldirnar eftir landnám, og í dag viðfangsefnið Sturlungaöld, hvorki meira né minna, og til mín kemur Sverrir Jakobsson, prófessor í sagnfræði. En áður en lengra haldið og við dembum okkur í Sturlungaöldina, langaði mig að minna á Patreon síðu Íslandssögunar, patreon.com/Íslandssagan, en þar hægt að styðja við verkefnið, hjálpa okkur að gera 30 þætti, kannski fleiri, jafnvel fleiri. Ég byrjaði að vinna að Árnýjaldar seríunni og það getur verið að hún verði jafnvel lengri, meir en 10 þættir. En sem sagt, inni á Patreon þetta styðja þetta verkefni og hjálpa okkur að gera þessa seríu Íslandssöguna að veruleika og fá ýmislegt í staðinn. En sem sagt, Sturlungaöld. Ég nefndi áðan að ég hefði verið að tala við Viðar Pálsson þjóðveldið í síðasta þætti og það svona stjórnmála og dómskerfi sem að var til á Íslandi fyrstu aldirnar eftir landnám. Og nú í dag ætlum við eiginlega að tala upplausn þessa kerfis. Á 12. öld erum við farin að sjá ýmis dæmi valdasamruna á Íslandi. Völd í samfélaginu eru farin að þjappast á færri og færri hendur. Það urðu til valdaættir, valdafjölskyldur, Sturlungar á Vesturlandi, Ásbirningar í Skagafirði og Oddaverjar á Suðurlandi, svo dæmi séu tekin, sem eru farnar að ráða yfir mörgum goðorðum og það sem gerist á 13. öld að það fer að skerast í odda milli þessara miklu valdaætta, og á endanum það talið skynsamlegt að sem sagt gangast erlendum konungi, Noregskonungi á hönd, meðal annars, og nú ég að gera langa sögu stutta, vegna þess að nauðsynlegt þótti að í landinu væri eitthvert vald sem geti skorið úr málum. Það sem sagt á þjóðveldistímanum eins og Sverrir kemur inn á, ekkert framkvæmdavald á Íslandi. Það löggjafarvald og dómsvald, en það ekkert vald sem getur framfylgt lögunum. Þannig að við erum eiginlega að tala þann tíma þegar að ríkisvald kemur til sögunar á Íslandi. Íslenska ríkið, mætti segja, að vera til. Nú yfirleitt miðað við árin 1262 til 4, gamla sáttmála og Gissurarsáttmála, þegar fjallað innleiðingu konungsvalds á Íslandi, en meðal þess sem að Sverrir ræðir hér á eftir einmitt það að yfirráð Noregskonungs yfir Íslandi eiga sér stað yfir lengra tímabil en yfirleitt viðurkennt. Sverrir vill meina að þau hefjist strax 1220 og að þessu ferli í reynd ljúki ekki fyrir 1280. En það ber líka að hafa það í huga að þegar líka margt á Íslandi sem að ekki breytist eftir 1262. Vald var áfram á hendi fárra höfðingjaætta og ítök Noregskonungs voru ekki ýkja mikil á Íslandi fyrstu aldirnar eftir á. Það var hér íslensk innlend elita sem að varði sín völd og ítök mjög fimlega. Og í lok þáttarins gefur Sverrir okkur einmitt smá yfirsýn yfir stjórnmálasögu Íslands aldirnar eftir Sturlungaöld, og ég held ég megi segja frá því hér að það einmitt vona á bók frá honum það efni innan skams. En í öllu falli, ég byrjaði á að spyrja Sverri út í tildrög Sturlungaalda, þennan mikla valdasamruna sem á sér stað áratugina og aldirnar áður en að Sturlungaöld skellur á.
það er þetta stór spurning af hverju varð Sturlungaöld og af hverju þróaðist Sturlungaöld eins og hún gerði og ég held að það sé algjör samstaða það að valdasamrunin mikilvæg forsenda þess. Og þegar ég segi valdasamrunin þá þurfum við að huga því hvernig var íslenskt samfélag á 12. öld. Og íslenskt samfélag á 12. öld, það eiginlega samfélagið sem lýst í Íslendingasögunum sem svona gamla samfélagið að mörgu leyti, líka samfélagið eins og það birtist í lögum eins og Grágásarlögunum sem eru fyrst skráð 1118 og eru svona í núverandi mynd frá 13. öld en lýsa augljóslega stjórnskipan sem ekki í takt við það sem var í gangi þegar þau eru rituð. Þannig að í þessu gamla samfélagi þá mikilvægasta sérstæða þess að það ekkert framkvæmdarvald. Ef við lítum á grunnstóðir ríkisvalds, svona í anda franskra stjórnspekinga sem 3, löggjafavald, dómsvald og framkvæmdarvald, þá má segja að það sé til einhvers konar vísa að bæði löggjafar og dómsvaldi á Alþingi. Það fyrirbæri eins og lögrétta sem á svona að lagfæra lögin, kynna nýmæli og annað slíkt og svo eru dómstólarnir sem eru Alþingi. Og það vandamálið þetta að deilur og átök leystust sjaldan með dómum og ástæðan fyrir því var skortur á framkvæmdarvaldi, að þeir sem fengu eiginlega hagstæðan dóm, þeir þurftu bara að framfylgja honum sjálfir. Og skorturinn á framkvæmdarvaldi birtist líka í því að það ekkert svona veraldlegt landfræðilegt valdakerfi. Það að segja, það ekki neina til einingar sem eru svona staðbundnar. Alþingi starfar eftir fjórðungum, þannig að þegar menn hittust á Alþingi þá fóru þeir í sinn fjórðung og þar voru dómstólar og menn dæmdu innan fjórðungs. En þegar kemur að svona því að framkvæma dóma, þá skiptir svona landsvæðisbundin kerfi engu máli. Og þetta svona eitthvað sem fólk áttar sig ofta ekki á því, af því að á Alþingi voru goðorðsmenn sem voru æðstu menn Íslands, 39 menn sem fóru með goðorð, en verkefni þeirra var að nefna menn í dóma, þar sjá til þess að dómar væru kveðnir upp. Þannig að goðorðsmennirnir skipta máli fyrir dómsvaldið, en þeir hafa ekkert lagalegt hlutverk tengt framkvæmdarvaldinu. Og ég vil kannski líka nefna það að þau svæði sem eru seinna kölluð þing og eru staðbundnar einingar eftir að ríkisvald komið á Íslandi, þau eru það ekki á 12. öld. Það engin afmörkun, goðorðsmenn höfðu engin sérstök staðbundin valdsvæði. Þannig að þetta mikilvægt að hafa það í huga. Einu staðbundnu einingarnir annars vegar hreppar sem höfðu svona skilgreind landamæri og svo með tilkomu tíundarinnar 1096 þá verður til vísir að því sem kallum sóknir síðar, þar að menn frá tilteknu svæði greiða skatt til kirkjunar þar. Og þá komið upp svona skattlagning sem tengist svæðisbundnu valdi. Önnur skattlagning á Íslandi var af mjög skornum skammti, en hún til dæmis var til skattur sem nefndist þingfarakaup og átt að standa undir Alþingi og störfum Alþingis. En þingfararkaupsbændur, þeir greiddu þann skatt til goðorðsmannsins sem þeir fylgdu. Og það var ekki landfræðilega afmarkað, þannig að þingmenn gátu fylgt goða sem var ekkert endilega í næsta nágrenni við þær. Menn bara völdu sér, menn höfðu formlegan rétt á því að velja sér einhvern goðorðsmann og eflaust hagkvæmt fyrir marga þingmenn að fylgja einhverjum í næsta nágrenni, en það var ekki skylda. Og maður sér það sérstaklega þegar sumir goðorðsmenn verða mjög áhrifamiklir á Alþingi, að þá geta þeir átt þingmenn allstaðar í fjórðungnum eins og lög gerðu ráð fyrir og jafnvel í öðrum fjórðungum eins og lög gerðu ekki ráð fyrir. Þannig að vald goða yfir þingmönnum mjög persónubundið. Og svona samfélagið sem lýst í Íslendingasögum. Og margir hafa furðað sig á því að goðar koma stundum frekar lítið við sögu í Íslendingasögum, en það skýrist af því að þeir höfðu einhver hlutverki gegna utan Alþingis. Auðvitað gátu goðar hjálpað þingmönnum sínum að framfylgja dómum, en þeir voru ekki skyldaðir til þess.
Þó gera menn ráð fyrir því að goðar hafa oft verið svona milligöngumenn til að leysa deilur og það, en aftur, það ekki neitt sem þeim bar nein skylda til að gera. Í samtíðarsögum sem eru ritaðar kannski í upphafi 13. aldar og lýsa samfélagi eins og það seint á 12. öld, þá virðist þetta mjög svipað á Íslendingasögunum. Það að segja, deilur fara fyrir alþingi, það leysast það er oft einhvers konar gerð eða sættir sem leysa deilurnar frekar en beint að dómar ráði úrslitum, og ástæðan fyrir því að menn vildu frekar einhver gerð á milli manna eða menn gerðu sættir sjálfir að þeim var fylgt, meðan dómur sem gæti verið mjög hagstæður fyrir einhvern sá aðlega hafði engan tryggingu fyrir að dómnum yrði framfylgt. Þannig að þannig í stuttu máli kerfið eins og það á 12. öld, og það auðvitað viss valddreifingar einkenni í þessu kerfi. Ef við tökum þetta dæmi, hver hinn pólitíska þjóð á Íslandi á þessum tíma, þá getum við sagt að samkvæmt Íslendingabók Ara fróða voru bændur taldir þegar tíundin voru tekin upp, og þá bara þingfararkaupsbændur, svo má deilum það hvort allir bændur voru nú ríkir til þess og eflaust voru einhverjir fleiri bændur til, og samkvæmt tölu Ara eru þingfararkaupsbændur 4560 og þetta áætlun, þetta ekki nákvæm tala, kringum þessa tölu. Af þessum bændum átti 9. hver að mæta á alþingi, þannig að þá gerum maður ráð fyrir því að þeir sem mæta á alþingi ár hvert séu kringum 500. Það ansi mikill fjöldi sem þáttakandi í störfum alþingis. Goðarnir svo 39, þannig að þeir eru miklu færri, þannig að það svona mun færri hópur. En þetta auðvitað heilmikil valddreifing, og ég gerum ráð fyrir því að þetta sé yfirleitt sömu bændurnir sem mæta á alþingi, þetta sé ekki, menn fara ekki 9. hvert ár, heldur sé að bændurnir sem búa á betri stöðum, kirkjujörðum, svona auðugustu bílunum. Þannig að þarna heilmikil valddreifing og menn þurfa svona að takast á alþingi, og það ekkert í þessu kerfi sem kallar á að það sé hagstætt fyrir goðorðsmann að eiga fleiri en eitt goðorð eða fara með fleiri en eitt goðorð. En það hins vegar það sem gerist á 13. öld, að öflugustu goðorðsmennirnir, þeir eru bara með mörg goðorð, og við það minnkar vægi alþingis í deilum, að þeir eru ekki lengur að leysa mála alþingi, þeir eru bara að semja sín á milli. Þannig að goðum fer fækkandi. Og af hverju gerist það? Já, það góð spurning og lykilspurning, og það við því hef ég svona dálítið óspennandi svar sem margir samverkandi þættir. En ég ætla aðeins að fara í hvaða þættir eru það. Og ein af þeim til dæmis að tíundin eflir suma bændur á kostnað annarra. Hún býr til svona hóp 300 kirkjubænda sem þeir kannski verða ekki ríkar en aðrir bændur því þeir áttu að nota peningin í að efla kirkjuna, en þeir fá svona ákveðið vald til að dreifa fjármunum kirkjunar og sýnast, vera þeir sem eru með peningavaldið. En þetta ekki auðsöfnun í beinum skilningi. Það verður mjög skýr samfell á milli þess að vera valdamaður innan kirkjunar og að vera goðorðsmaður. Þess vegna talað kirkju 12. aldar eða samfélag 12. aldar sem einhvers konar kirkjugoðaveldi. Og þetta nær svo langt að í lista frá árinu 1143, þar sem talað presta sem voru jafnframt goðorðsmenn, þá virðist helmingur goðana vera jafnframt prestar. Og við þekkjum alveg dæmi þetta frá svona frægustu mönnum Íslands í upphafi 12. aldar, ég get tekið sem dæmi Sæmund fróða eða Ara fróða, þeir virðast vera bæði prestar og goðorðsmenn. Þannig að þetta hefur lengi þótt svona ákveðið sérkenni á íslensku kirkjunni á 12. öld, að það lítil mörk á milli kirkjuvalds og veraldlegsvalds. Þetta breytist eins og í lok 12. aldar, og ástæðan fyrir því að nýr yfirmaður íslensku kirkjunar, erkibiskupur í Niðarósi, og Niðarás á þessum tíma bærinn sem núna heitir Þrándheimur, eiginlega bara svona miðbærinn í Þrándheimi nútímans. Og þar sett dómkirkja, og þar stofnaður erkibiskupsstóll sem nær yfir Ísland, Noreg, Færeyjar, Hjaltland og svona ýmis lönd sem á norður Atlantshafi. Og áður höfðu Íslendingar verið undir, eða íslenska kirkjan verið undir öðrum erkibiskupi sem var í Lundi, sem á Skáni og var þá í Danmörku.
sem miklu fjarlægari erkibiskup og hann kemur ekkert mjög mikið við sögu íslenskar kirkjunar þó hann eigi þátt í því að setja fyrsta kristniréttin á Íslandi. En þessi norski miklu áhugasamar íslenskt mál, kannski skiptir það máli að einn af fyrstu erkibiskupunum, Eysteinn Erlendsson, hann var af íslenskum ættum, það að segja komin af Íslendingum sem höfðu flust til Noregs, hann er frændi Ara fróða, svo dæmi sér tekið. En hann skrifar Íslendingum þarna og að setja fram alls konar almenn stefnumál kirkjunar og þar að meðal að prestar eigi ekki taka þátt í deilum og manndrápum. En ef goðarnir ætluðu að standa með þingmönnum sínum og vera baráttumenn fyrir þá þurftu þeir að geta drepið einhvern og hótað ofbeldi. Þannig að þarna kemur upp ákveðin mótsögn sem Íslendingar virðast ekki hafa áttað sig á í upphafi. Að það hentar ekki vel presthlutverkinu að vera veraldlegur valdsmaður. Og sérstaklega í samfélagi án ríkisvalds eins og Ísland var, þá ekki hægt að sækja rétt sinn án þess að beita vopnum og hnefaréttinum, því að það ekkert annað réttlæti til. Nú, hvað gerist þegar helmingur goðanna getur í rauninni ekki farið með goðið lengur? Og það sem ég vil meina gerist, og það gerist eftir 1190 þegar erkibiskup eftirmaður Eysteins sendir bréf og bannar prestum, goðasmönnum að taka prestvígslur, að höfðingjastéttin fer dálítið að skiptast upp, annars vegar í menn sem sérhæfa sig í störfum fyrir kirkjuna og hins vegar í þá sem eru veraldlegir ráðamenn. Og við vitum auðvitað ekkert allstar hvort valdasamrunnin gerist allstar þá. Við höfum ekki góðar heimildir til dæmis frá Austfjörðum. Við vitum eiginlega ekkert hvað að gerast í Árnesþingi, þar sem valdaættin Haukdælir virðist sitja á mjög gömlum merg og mjög tengd kirkjunni. En það sem við sjáum til dæmis við Breiðafjörðinn, að þar eru margir goðarsmenn að keppa völd og þeim fækkar. Menn fara að afhenda sömu einstaklingunum goðurinn sín og þetta eru svokölluðu sturlungar sem í rauninni bara 3 synir goðarsmanns sem bjó í Hvammi í Dölum, Sturlu Þórðarssonar, og þeir heita Þórður Sighvatur og Snorri og þeim safnast mikil völd meðan menna og fólk af goðaættum í nágrenni við þá fer ekki lengur með goðorð. Þannig að þarna sjáum við svona mjög skýrt dæmi það hvernig þessi aðskilnaður veraldlegs og klerklegs valds eflir eina valdaætt umfram aðrar á Vesturlandi. Sama virðist vera að gerast í Skagafirði, að þar eru ýmsir höfðingjar en völdin fara að safnast á eina fjölskyldu og það sú sem seinna kölluð ásbyrningar. Og við sjáum það þarna að strax upp úr 1180 þá komin maður sem fer með fleiri en eitt goður í Skagafirði og það Kolbeinn Tumason. Og í Rangárþingi, þar sem Oddi var og Oddaverjar, þar virðist líka vera að gerast eitthvað svipað alveg á þessum tíma, rétt fyrir árið 1200 og það eru synir Jóns Loftssonar í Odda sem fara með goðorð og það má eiginlega rekja það hvernig goðorðin komast í hendur þeirra. Þetta virðist ekki standa á mjög gömlum merg. En afleiðingin sú að í kringum 1200 þá eru völdin komin í hendur miklu færri einstaklinga en áður. Og það eru þeir sem oft það þannig að einhver fulltrúi fjölskyldunar fer með goðorðin eða fjölskyldan stendur saman. Og þessa fjölskyldar tengjast mjög mikið innbyrðis. Og það má sjá svona vísir að einhvers konar aðalsættum þar sem fara að giftast innan þessara fjölskyldum og þetta gerist mjög hratt þannig kringum 1200. Og ég geti tekið upp eitt dæmi að valdamesti maðurinn í Árnesþingi, Gissur Hallsson, hann var bæði lögsögumaður, þar að segja veraldlegur embættismaður, en svo sat hann líka í Skálholti og með biskupnum þar og var svona að stjórna biskupsstólnum við hlið biskupsins. Nú þessi maður Gissur, hann átti dóttir sem hét Þuríður, hún var gift höfðingja í Skagafirði og móðir Kolbeins Tumasonar sem ég nefndi áðan, sem átti goðurinn þar og þá sjáum við það að Gissur og hans synir, þeir fara allir með goðorðin í Árnesþingi en frændið þeirra Kolbeinn Tumason, hann með sömu afleiðingar, með sömu áhrif í Skagafirðinu. Og hvað gerist þá í nánd við þessa menn? Jú, þriðji maðurinn, Guðmundur dýri, eflistir valda í Eyjafirði,
og það er til samtíðar saga af honum sem sýnir að þetta gerast. Það eru margir góðsmenn að keppa völd, en svo verður Guðmundur miklu valdameiri en hinir og hann fer að leggja niður vorþingið sem var haldið þarna, Vaðlaþing. Og ástæðan fyrir því hann gerir það er að hann segist vera að koma í veg fyrir deilur. Og þetta þýðir það að það er ekki neitt valdajafnvægi lengur í Eyjafirði. Guðmundur ræður mestu. En hver er þessi Guðmundur? Jú, við þurfum að skoða hvað heitir kona hans. Systir hans heitir Álfheiður Þorvaldsdóttir og hún er gift þessum Gissuri Hallssyni. Þannig að þarna sjáum við að menn af sömu fjölskyldinu er að komast til valda í svona þremur frekar svona héröðum sem er svona frekar samhent. Það eru auðvelt að stjórna þessum löndum héröðum út af samgöngum, það sé Eyjafirði, Skagafirði og Árnesþingi. Og þarna er ein fjölskylda sem er orðin gríðarlega valdamikil. Og það sem við sjáum þá gerast að í deilum á Alþingi þá stendur þessi fjölskylda yfirleitt saman. En það myndast svona önnur klíka og það eru þeir höfðingjar sem eru ekki af þeirri fjölskyldu. Það eru til dæmis Oddaverjar og Sturlungarnir sem ég nefndi áðan. Þeir eru oft í bandalagi við Oddaverja og svona einstaka góðsmenn partur af því sem eru tengdir þessum. Og þetta er alltaf orðin staðreind bara rétt fyrir aldamótin 1200 að það eru svona tvær stórir hópar, annar mjög náinn innbyrðis, hinn svona aðeins laustengdari sem standa saman. Og ég get aðeins nefnt tengsl Oddaverja og Sturlunga sem eru þetta heilmikil. Og meðal annars var einn af Sturlungum, Snorri Sturluson, hann er í fóstri í Odda, hann er alinn upp þar. Þannig að hann er svona bindiefni milli Oddaverja og Sturlunga. Og leiðtogi Oddaverja, Sæmundur Jónsson í Odda, hann er talinn valdamesti maður á Íslandi. Öflugastinn höfðinginn á Íslandi, en að vísu er bandalag Gissurar og Kolbeins Tumasonar og manna sem þeim tengjast, það er líka mjög öflugt. Og þeir fara að stjórna hérðum eins og höfðingjar og ég tek bara sem dæmi, Guðmundur dýri þurfti að gera margt ljótt við að komast til valda í Eyjafirði og að lokum bara gengur hann í klaustur og hættir pólitískum afskiptum og að því að menn eru auðvitað alltaf að hugsa sálhjálpina líka. Nú hann afhendir goðorðin manni sem heitir Sigurður Ormsson, hafði verið bóndi á Svínafelli í Öræfum, einn af aðalhöfðinginum í Austfirðingafjórðungi. Nú af hverju Sigurði Ormssyni? Jú, Sigurður er giftur Þuríði Gissurardóttur sem ég nefndi áðan. Fyrri eiginmaður hennar, faðir Kolbeins Tumasonar, hann var látinn, hún giftist þessum höfðingja og þá kemur Sigurður til valda í Eyjafirði. Þannig að þetta er bara aftur. Það er ekkert hægt að stjórna Eyjafirði án þess að þessi fjölskylda komi þar við sögu. Þannig að þarna sjáum við ákveðna hugsun sem er mjög fjarlæg samfélagi Íslendingasagna og því samfélagi sem við sjáum í sögum sem gerast aðeins fyrr á 12. öld. Nú, og þarna kemur upp þessi þekkta stöðu þegar menn fara að tala valda ættir. En eins og ég var að skýra þá er þetta ekki ættir af því að völdin erfast ekki bara í kalleg, þetta eru fjölskyldur. Og ég myndi segja að allir helstu höfðingjarnir eru afkomendur tveggja kvenna. Annars vegar er þessi Þuríður Gissurardóttir sem ég nefndi áðan, hins vegar er það Guðný Böðvarsdóttir, móðir Sturlunganna þriggja, Þórðar, Sighvats og Snorra. Og fólk þeim tengt er svona í allum helstu valdastöðum og þeir höfðingi sem er ekki tengdir þessi fólki, þeir flýta sér að tengjast því með einum eða öðrum hætti. Og ég get tekið sem dæmi, það var frændi Sigurður Ormssonar fyrir austan sem tók við goðorðinu hans þegar hann fór í Eyjafjörðinn, Jón Sigmundsson. Hann giftist konu sem er systir eiginkonu Þorvalds Gissurasonar í Árnesþingi og það hétu reyndar báðar Þóra Guðmundsdóttir og eru kallaðar Þóra eldri og Þóra yngri og Þóra eldri giftist þessum Jóni, Þóra yngri giftist Þorvaldi og þannig eru þeir sem sagt orðnir svilar. Þannig að það er alltaf mjög stutt á milli þessara stórhöfðingja. Og þetta er fámenn klíka, kannski 10 manns. Og af hverju er mikilvægt að skilja þennan valda samruna þegar við erum að... Já, af hverju helst þú Sturlungur? Já, það er auðvitað spurningin. Málið með þennan samruna er að hann byggir á annars konar völdum en lagalegum. Það er ekkert þessa höfðingja í lögum frá 13. öld. Lögin á 13. öld gera ráð fyrir 39 goðsmönnum, miklu færri og svona ákveðnum reglum og jafnræði, en raunin er önnur. En þannig að þessir höfðingjar, þeir stofna sem við kalla ríki eða héraðsríki og þau eru landfræðilega afmörkuð. Þeir þola ekki að neitt búi nálægt sér
þar sem þeir fara með völdin, þeir vilja helst stjórna kirkjunni þar sem þeir fara með völdin. Þannig að það verða miklar deilur milli höfðingja og kirkjunnar á Norðurlandi, þar sem maður af ættum goðsmanna, Guðmundur Arason, var biskup en hann vildi ekki láta Kolbeinn Tumason og Sigurður Ormsson stjórna öllu. Þannig að þarna síðan flækist þetta málin þegar Sigurður Ormsson þarna gengur í klaustur, verður gamall, þá gefur hann ættingja að fara með goðurinn og það var sá ættingi sem hann hugsaði með dóttir konu hans, Halldóra Tumadóttir, hún gift Sighvati Sturlusyni af ætt Sturlunga og þannig verða Sturlungar ráðandi í Eyjafirðinum en auðvitað er þetta sama fjölskyldan og var þarna áður, þetta er bara tengdafólk. Þannig að sko vandamáli við þessa ríkismyndin er að þetta er mjög óstöðugt, það er engar reglur þetta. Menn eru bara að seilast til valda og þá fer að spurningin hvað ef einhver goði fyrir að stjórna mörgum héruðum. En fyrir ekki, að stoppa þess hér, en að því að þú nefndur ríkismyndum. Já. Og stundum er sagt að ríkið, það sé ekki ríkisvald á Íslandi fyrir en við gamla sáttmála. En hér er að eiga sér stað eitthvað sem við getum talað sem ríkismynd. Einn þáttur ríkismyndunar er svæðisbinding valds og það er innan þessara héraða að bændurnir fylgja einhverjum sem þeir kalla formann héraðsins. Það verður vísir að skattheimtu. Það er svona hlutir eins og sauðakvöð, þá gáfu allir bændur innan héraðsins höfðingjanum eitt sauð til að standa undir rekstri hans. Þeir líka standa fyrir setum, þá safnaði saman herliði sem getur sem sagt dvalið á einhverjum bæjum lengi, af því að það er eitt einkenni á gamla samfélaginu, það er ekki hægt að koma upp her. Allur liðsafnaður er tímabundinn til að ná fram einhverjum markmiðum, en þarna eru þeir í raun að koma upp her. Þannig að það er það sem ég vil meina með ríkismyndun, að þetta er vísir að henni innan þessara héraða og hefði líklega átt sér stað innan héraðana þó það hefði ekki orðið neitt frekari valdasamþjöppun. En málið er að héraðsríkin, það er ekkert sem segir að þau séu takmarkaðar einingar, þó að Gissurasynir séu voldugastir í Árnesþingi og Ásbyrningar í Skagafirði og Sighvatur Sturluson í Eyjafirði. Þá er ekkert sem segir að aðrir menn eiga eitthvað að binda sig við þessi héruð og við getum séð dæmi þetta í Húnaþingi að þar fer Kolbeinn Tumason sem stjórnaði Skagafirði að teygja sig yfir í Húnaþing og safna goðum þar en þar rekst hann á hagsmuni annars manns af því að ef maður kemur hinum megin í Húnaþing þá er maður að koma úr Borgarfirðinum og þar er að verða til héraðsríki sem Snorri Sturluson á, einn af Sturlungunum og hann er komin til valda þar í gegnum ættingja móður sínar, Guðnýjar, að þeir fela honum goður sín og það er bara erfitt fyrir goða í þessu kerfi, venjulega goða, og það reka mál sín þegar það eru svona hákallar við hliðina á þeim. Þannig að hinir goðarnir í Borgarfirði verða að vægja fyrir Snorri, hann verður þarna héraðshöfðingi og kemur sér fyrir á jörð sem heitir Eikholt og var bara kirkjujörð, kalluð staður, það er sem sagt jörð sem er bara í eigu kirkjunar. En Snorri fær bara heimildir af staðnum sem er kallað, að hann sem sagt fær bara rétt til að setjast þar að og hann eða ráðstafar tveimur svona stöðum í Borgarfirði og svona er eins og einhver smákungur þar. Og Snorri Sturluson, ég nefni hann vegna þess að það er eiginlega hann sem raskar þessu valdajafnvægi að einhverju leyti. Af því að spurningin er, þegar höfðingjarnir sem fáir, hvernig geta menn virst vera merkilegri en annar? Og sumir höfðingjarna græddu á samskiptum við kirkjuna. Það eru Haukdælir í Árnesþingi, í Skagafirði reyndi Kolbeinn Tumason það líka en rekst á það að biskupinn Guðmundur Arason vill ekki hlýða honum. Aðrir gerðu tilkall til að tengjast kóngum og Jón Loftsson hafði til dæmis fengið viðurkenningu Noregskonungs á að þeir væri skyldir. Hann var afkomandi Noregskonungi í kvenleg, hann átti ekki tilkall til norsku krúnunar en hann er sem sagt ættingi Noregskonunga og þetta köllum við svona tákgrænt auðmagn að þeir stjórna yfir svona einhverju sem geta nýtt sér í valdabaráttu, annarkvort tengslum við kirkjuna, tengslum við konung eða eitthvað slíkt. Og við sjáum það að þegar Snorri Sturluson er orðin einn af þessum fáu héraðshöfðingjum, kannski þeir eru innan við 10 kannski alls, að hann fer að leita leiða til að ná sér í meira tákgrænt auðmagn. Og hann er til dæmis kosinn lögsögumaður sem er mikil virðingarstað á Alþingi en hefur kannski ekkert mikil hlutverk vegna þess að
eitt af helstu hlutverkum lögsögumannsins var að muna lögin en nú var búin að skrifa þau. Þannig að það var til bók. Og meira að segja, og það stóð í lögum að ef það bækurnar greindi á því, þetta var allt saman í handritum, þá ætti bókin sem biskupinn ætti að ráða. Þannig að lögsögumaðurinn hefur mjög lítið að gera þar, en þetta var svona tákgræn virðingarstaða sem veldur því að 13. öld eru meira minna allir lögsögumenn annarkvort af ætt Sturlunga eða ætt Haukdala. Þau eru mennum svona kostnir og ekki endilega þeir sem voru valdamestir, bara svona menn sem þóttu mjög læruðir og vel að sér. Þannig að Snorri, sem er auðvitað frægur fyrir að hafa samið Snorra-Eddu og allavega staðið að því að láta semja Heimskringlu, mjög frægur fyrir lærdóm og fróðleik, og þetta er eitthvað sem hjálpar honum sem lögsögumanni. Snorri hefur meiri metnað og hann fyrir að senda Noregskonungum kvæði, dróttkvæði. Þetta þótti vera sérkunnat á Íslendinga, eiginlega þetta tvennt, annars verða þeir vissu meira sögu en aðrir og eru svona notaðir sem heimildamenn í gömlum Noregskonungasögum, og líka að þeir gátu ennþá samið þessi flóknu dróttkvæði sem eiginlega enginn réð við lengur í upphafi 13. aldar. Þannig að þegar Snorri er að semja skáldskaparmál, þá er þetta ekki bara handbók í ljóðlist, heldur líka hvernig minn eigi að verða sérfræðingar í þessu sem konungar kunna meta. Þannig að Snorri fer til Noregs og gerist hirmaður Noregskonungs í kringum rétt fyrir 1220. En þá kemur babb í bátinn að Noregskonungur hafði engin völd á Íslandi, en hann hefur öll verslun við Íslendinga kemur meira eða minna annarkvort frá Noregi eða frá Orkneyjum. Og þetta hentaði Íslendingum ágætlega því að þeir þurfti ekkert á verslun að halda, það er ríkjandi sjálfsvöldabúskapur. Þeir sem vilja fá kaupskip eru klerkar, kirkjan og mestu valdamenn. Þannig að það er ekkert að setja neitt viðskiptabann á Íslendinga þarna þessar myndir. En hins vegar er verslunin mikilvæg, höfðingjar vildu ráða verðlagi í verslun, ekki að kaupmennirnir ákvæði það bara. Þannig að það verða þarna verslunardeilur og norskir kaupmenn, þeir drepa einn höfðingja, Orm Jónsson af ætt Oddaverja, og synir Orms og ættingjar þeir fara að hefna sína á þessum kaupmönnum. Og þá fara menn við hirð Noregskonungs að tala um það að nú þurfum við að senda her til Íslands, sem var aldrei gert á þessum tíma og var reyndar ekki gert fyrir í fyrsta lagi kannski á 16. öld. En þarna hafa normenn mikil plön, og sá sem er aðal áhrifavaldurinn í Noregi á þessum tíma er einn af maður á konungsættinni, Skúli Jarl. En konungurinn Hákon Hákonarson, hann var bara táningur. En Hákon er formlega æðsti ráðamenn í Noregi, en í rauninni ræður Skúli mestu og hann giftir síðan Hákoni dóttur sína, þannig að hann er svona skugga ráðuneyti við hlið Hákonar. Og Snorri, þegar hann gerðist hirmaður Noregskonung, þá þýddi það í rauninni að hann er hirmaður Skúla Jarls. Og Skúli Jarl og menn hans fara að ræða þessa herferð, en sumir eru á mótinni, þar á meðal Snorri. Og þetta er auðvitað áhugavert að Snorri er mikill andstæðingur þessarar hernaðar íhlutunar, vegna þess að í Heimskringlu, sem er eignuð Snorra, eru langir kaflar sem vara við slíkri hernaðar íhlutun. Ég er bæði að tala kaflan landvættina sem er bara í Heimskringlu. Heimskringla er meira og minna skrifuð upp úr öðrum Noregskonungasögum. En þarna eru nokkrir sérstakir kaflar sem eru bara þar, og það er meðal sagan landvættina og líka sagan af ræðu Einars Sverarings sem varar við útlöndum hér á Íslandi. Þannig að hann má alveg ímynda sér að þetta sé boðskapur sem er Snorra þóknanlegur. Hann vill ekki norska hernaðar íhlutun, en þá verður þetta eitthvað komið í staðinn. Þannig að Snorri lofar Noregskonungi að Íslendingar muni vera hlýðnir honum, og það er aldrei óljóst hvað það merkir. En við getum auðvitað nýtt okkur fleiri vísbendingar, og eina af þeim er að konungur gerir Snorra að svokölluðum lendum manni, sem er æðsta stig hirðmanns í Noregi, og það eru þeir sem þiggja lönd úr hendi konungs. Þetta er sem sagt vísir af lénskerfi. Og hvað þýðir það nákvæmlega að vera hirðmaður? Já, hirðmaður eru menn sem eru sem sagt hafa verkefni við hirðina. Menn gátu verið hirðsveinar eða skutilsveinar til dæmis, og þá til dæmis færa þeir konungi einhvern vínbyggar, þannig að þetta er svona að evrópskri fyrirmynd, að það eru svona stöður við hirðina. En æðsta staðan var að vera lendur maður, og Íslendingar fengu almennt ekki þessa stöð, vegna þess að þá hefur þeir þurft að flytja til Noregs og taka við löndum þar. Og við vitum ekki hvaða lönd það er sem Snorri
þiggur úr hendi konungs. En ég er með samt með tilgátu þar að það er ein jörð á Íslandi sem konungur segist eiga eftir lát Snorra. Og þegar Snorri er að skipta arfi seinna, þá segir hann að sú jörð sé í rauninni ekki hans eign. Og það eru Bessastaðir á Álftanesi. Og mér finnst freistandi tilgáta að Snorri hafi gefið konungi Bessastaði og tekið svo við þeim aftur. Og það eru auðvitað ákveðin fordæmi því, hann situr á jörðum sem er í eigu kirkjunnar eins og Reykholt, en er samt í rauninni maður sem ræður þeim. Annað sem ég tel að Snorri hafi gert er að gefa konungi héraði í Borgarfirði. Og rökin fyrir því eru þau að alltaf þegar konungur sendir fulltrúa til Íslands, þá stefnaði beint í Borgarfjörð og hertaka hann. Og þegar konungi er svarinn hlýðni og skattur árið 1262, þá er engin fulltrúi fyrir Borgfirðinga. Það er eins og Borgarfjörður sé bara hreinræktur konungseign. Þannig að ég myndi segja að það yfirráð Noregs konungs yfir Íslandi hefjast þannig strax 1220 að Snorri sem lendur maður þiggur þá Borgarfjörð og Bessastaði mögulega úr hendi konungs. Og þetta er auðvitað einhver praktiska þýðingu. Snorri fer sínu fram. En nú er spurningin, hvað ætlar Snorri að gera með því að tryggja hlýðni konungs og Varkára ályktunin er að segja bara hann vill bara kaupmenn hafi frið á Íslandi. En það getur auðvitað meira hangið á spýtunni og það sem Snorri gerir í framhaldinu er að reyna að stækka sitt ríki á Íslandi. Hann seilist til áhrif á Suðurlandi, þar lést Sæmundur Jónsson í Odda sem hafði verið mikill valdsmaður og Snorri reynir svona stjórna arðskiptum þar og skipta sér af börnum Sæmundar. Þar rekst hann að vísa á vegg vegna þess að Þorvaldur Gissurason er mjög andsnúinn honum og dóttir Sæmundar Sólveig ákveður að hlíta leiðsögn Þorvalds sem velur henni annan eiginmann sem er Sturla Sighvatsson, frændi Snorra. Og Sturla er miklu tengdari Þorvaldi vegna þess að amma Sturlu er Þuríður Gissurardóttir, systir Þorvalds. Þannig að Snorri hefur ekki þessi fjölskyldutengsl við Þorvald. Þannig að þarna má segja, þarna verður til ákveðin klofningur milli Sturlunga. Svipað leyti fer þeim Þórði og Sighvati að sinnast mjög mikið vegna Þórður Sturluson var helsti stuðningsmaður Guðmundar biskups á Íslandi, en Sighvatur verður svona bráðum smátt og smátt höfuð andstæðingur hans vegna þess að hann verður forystumaður Norðlendinga og höfðingjar á Norðurlandi áttu í stöðugum deilum við biskupinn og lokum fellur forystan í þessu í skaut Sighvats og þá er bróðir hans orðinn óvinur hans. Þannig að hérna eru svona margt í gangi í einu, en Snorri nýti sér þetta í valdakapphlaupi þar sem hann vill seilast til áhrifa á Suðurlandi þar sem Oddaverjar réðu mestu og svona reyna líka að klekkja þessum frænda sínum. Þannig að Snorri og Þórður, þeir sameinast að taka goðorðið af Sturlu því þeir áttu allir saman goðorð á Vesturlandi. Sturla hafði ekkert allist upp þar. Faðir hans bjó á Norðurlandi og Sturla var sjálfur sendur í fóstur í Hítardal, sem sagt efst í Borgarfirði, þannig að hann hafði engin tengsl við Dalina eða Breiðafjörð. En Sturla tekur hann við búi á Sauðafelli og verður svona einn af goðurum þar og þeir Þórður og Snorri reyna að losa hann burtu. Þannig að núna hefst mikil valdabarátta milli Snorra og Þórðar og alveg sérstaklega Snorra við þennan frænda sín og þeir fara eiginlega að drepa menn hvor fyrir öðrum. Og einn af þessum höfðingjum sem var alltaf að skipta lið var Þorvaldur goðsmaður í Vatnsfirði. Hann var bandamaður Sighvats og Sturlu og Snorri var einn af hans aðalóvinum, en svo skyndilega mynda þeir bandalag og Snorri giftir Þorvaldi dóttur sína, Þórdísi. Á sama tími á Snorri 2 aðrar dætur sem hann gifti líka stórhöfðingjum. Önnur hét Hallbera og hún giftist Kolbeini unga sem er sem sagt arftaki frænda síns Kolbeins Tumasonar. Ég ætlum ekki að rekja það alla þá ættfræði, en það er sem sagt komið nýr ráðamaður hjá Ásbyrningum í Skagafirði sem svona var mjög háður Sighvati, en þarna gerist hann tengdasonur Snorra og er þar með mögulega orðinn óvinur Sighvats. Og síðan var það arftaki Haukdala og sá sem þótti efnilegastur þar, Gissur, sem var sonur Þorvalds Gissurasonar, og hann giftist dóttur Snorra Ingibjörgu. Og sko
þegar Snorri stendur á 50 þá fer hann að tala að hann sé valdamesti maður á Íslandi og bendir meðal annars á þessa tengdasyni, að hann svona stofna einhver svona smákonungsætt. Og þetta allt gert svona sæmilega friðsamlega, eða það er engar orustur, það er svona áreiti myndi maður kalla. Snorri alltaf að reyna að þjarma að Sturlu. En svo breytist það að liðsmenn Sturlu drepa Þorvald í Vatnsfirði árið 1228, þeir brenna hann inni, dóttir Snorra slapp þarna mjög naumlega og synir Þorvalds hefna sín auðvitað með ráði Snorra og ráðast á Sturlu á Sauðafelli. En þeim tekst mjög illa til og þeir sem verða fyrir þessu eru konur og börn, þannig að þeir, sem sagt, þessi árás verður þeim til aðhláturs. Og já, þá Snorra líka, og það svona sýnt alltaf með vísum í frásögnum og atburðinum, að Snorri þótti standa bakveita því hann hafði gert þetta áður, hann hafði beitt öðrum fyrir sig, og þá fer svona hlutur Sturlu að batna. Virðing hans vex á kostnað Snorra og svo gerist það að hinir tengdasyni Snorra skilja báðir við eiginkonu sínar. Og auðvitað þetta persónuleg sambönd og í heimildum bara talað að sambandið hafi gengið illa, en þetta gerist á sama tíma að Snorri þarna að missa alla tengdasyn. Og þarna sem sagt maðurinn sem átti að vera helsti fulltrúi Noregskonungs í Íslandi, hann svona var í sókn í næstu því áratug, en svo fer hann aðeins að fjara undan honum. Og það sem gerist þá að Sturla, sem hafði verið andstæðingur biskups, hann fer suður á bóginn til Rómar til að gera yfirbót, opinbera skrift eins og það er kallað. Og þegar Sturla kemur tilbaka þá er hann í Noregi, gerist hirmaður Noregskonungs og kemst í kynni við Hákon konung. Og hér skipta atburðir erlendis dálitlu máli, að Hákon konungur var ekki lengur táningur, hann var komið meiri völd á kostnað Skúla jarls. En tengsl Snorra voru öll við jarlinn. Þannig að Sturla fer bara og talar beint við konginn og nú er bara til heimild sem er samin af frænda Sturlu Þórðarsyni, sem segir frá tali þeirra og konungur fer Sturla fer að kvart yfir ófrið á Íslandi og konungur spyr hann svona, það sem hvernig retórísku spurningu, væri betur eða væri einhver eitt sem stjórnaði í Íslandi, og Sturla segir, já, ef þú fer rétta mannin í verkið, sem er auðvitað hann sjálfur. Já. Þannig að þegar Sturla snýr aftur til Íslands 1285, þá er hann orðinn erindreki Noregskonungs til að friða landið. Já. Og hann er að hugsa valdasamruna, alveg klárlega. Og hann fer strax í Borgarfjörð og hrekur Snorra burt þaðan. Já. En fyrir ekki, má ég koma með eina spurningu? Sko, af hverju skipta þessi þessi tengsl við Noregskonung svona miklu máli á þessum tíma? Hann er langt í burtu. Já, þetta vil hljóta vera svona tákrænt umvagn, að þeir sem að berjast fyrir Noregskonung, þeir eru hans menn og það er auðvitað vandasamt vegna þess að sumir aðrir höfðingjar hafa líka gerst hirðmenn og þeir eiga þáttið erfitt vik vera móti hirðmanni konungs. Þannig að ég held að það skiptir máli og samkvæmt Hákonungs sögu segir Hákonur við Sturlu að hann vilji ekki mannvíg, hann vilji ekki ofbeldi. Hann leggur mikla áherslu á það að það sé ekki blóðug yfirtaka. Og auðvitað má spyrja, er konungur einlægur í þessu? Er sagnarætturinn að segja þetta eftir á? En þetta var þá hinn opinbera stefna eins og hún birtist í heimildum að konungur hafi ekki viljað auka ofbeldi á Íslandi. En það verður hins vegar annað raunin, að þarna verða á stuttum tíma nokkrir bardagar sem eru alveg einstæmi í Íslandssögunni. Vegna þess að héraðsríkin eru svo sterkar einingar. Menn geta boðið út her, liðsafnaði og fyrsti bardaginn er svokallaður bæjarbardagi í Borgarfirði sem verður 1237. Og Snorri Sturluson er annar leiðtoginn og hinn er frændaðan Sturla Sighvatsson sem kemur auðvitað ekki óvart miðað við hvað sem hafi verið svona efst á baugi, að þeir höfðu verið svona höfuð pólarnir í öllum deilum. En Snorri fer á Suðurland í útlegð og safnar saman liði og hjá Borgfirðingum og það er frændi hans Þorleifur Þórðarsson sem stjórnar herans. Sturla kemur suður og berst við á, en það sem gerist á loka mínútum er að Snorri yfirgefur herinn sinn og segir, já það er ekki gott ef ég felli hendur Sturlu, þannig að hann fer bara til Noregs. Og þá er leiðtogi hans mann ekki lengur Snorri heldur Þorleifur og Sturla vinnur þarna sigur á frændum sínum, þetta eru mest ættingjar hans og það er töluvert mannfall svona aðallega úr hendi af hálfu Þorleifs og hans manna. Þannig að þarna er svona fyrsta stór orustan sem Sturla vinnur afgerandi sigur. En þetta er auðvitað ekki gott afspurnar miðað við hvað það erindi sem Sturla hafði frá konungi, þannig að hann reynir að beita brögðum
og hann ákveður að þar sem Snorri hafi farið í útlegð á Suðurlandi þá hljóti hans hættulegasti óvinur að vera Gissur Þorvaldsson sem var höfðingi þarna í Árnesþingi og Sturla gabbar Gissur á fund þeir ætla að vera innheimta skuld saman, segir Sturla en svo mæta þeir og þá er Sturla með fullt af liðsmunum en ekki Gissur og Gissur er tekinn höndum og látinn sverja Sturlu eyða og þá spyr Gissur Sturla á ég að velja sverja norskan eða íslenskan, þetta er mjög skrítin setning en það sem Gissur er að fiska af Sturlu er Noregskonungur með þér í liði og þarna Sturla segir þú ræður því og þá sver hann norskan eið og það held ég að merkingin hljóti vera að Gissur vilji vera trúr Noregskonungi en ekki endilega Sturlu. En þetta fer allt á hinn versta veg því að Gissur sleppur úr haldi, hann er settur í hald hjá Ormi í Svínafelli sem er einn af fáum höfðingi sem er eftir sem var að reyna að halda sér fram, að taka ekki þátt í þessum deilum og Ormur lætur hann lausan og Gissur fundar þá með frænda sínum, Kolbeini unga og þeir sameinast og þetta er sem sagt norður-suður öxull sem myndast þarna Skagfirðingar og Árnesingar gegn Sturlungum og Kolbeinn og Gissur fara norður og Sighvatur í Eyjafirði og Sturla úr Dölum fara á móti þeim og þeir mætast þarna í Skagafirði á stað sem er kallar Örlygsstaðir og þar verður aftur stór bardagi bara ári eftir bæjarberdaga árið 1238 og þar vinna Gissur og Kolbeinn fullnaðar sigur og Sturla og Sighvatur eru báðir drepnir. Þannig að þarna er svona bardaginn látin ráða úrslitum. Og eftir það gerist aldrei sem er nýtt að Kolbeinn leggur undir sig allt Norðurland. Þannig að þá sjáum við að einingarnir eru að breytast. Nú erum við að tala um miklu starri einingar áður og það síðir að valdasamrunin er komin mjög langt þarna bara í kjölfar Örlygsstaða bardaga. En þessi strategía að sem sagt, höggva höfuðið af hernum, drepa fórustumennina, hún virkar ekki. Því það koma nýjir fórustumenn í staðinn. Og Snorri Sturluson snýr aftur til Íslands árið 1239, bara árið eftir Örlygsstaðabardaga og hann sameinar Sturlungu aftur. En vandi hans var sá að velgjörðamaður hans, Skúli Jarl, hafði hafið uppreist gegn Hákoni konungi. Hann var ekki lengur sáttur við það að vera númer 2 og Skúli fellur og Hákon lítur á alla liðsmenn Skúla sem landráðamenn og hann hafði sérstaklega sett Snorra í farbann. Hann mætti ekki sigla til Íslands og Snorri ólíðnast og segir hinn fleygu orð út við leg sem þýðir þetta bara hann fer í banni konungs. Og konungur sendir þá einhver bréf til Íslands sem Gissur Þorvaldsson fær en það er ekkert sagt innihald bréfanna. Þetta gerist árið síðar, 1240. Síðan, eftir að Snorri búinn að sameina Íslendinga árið síðar, þá deyr konans og Hallveig Ormsdóttir, hún var dóttir mannsins sem hann hafði verið drepinn af kaupmönnum fyrir löngu. Synir hennar eru frændur Gissurar, því að fyrri eiginmaður hennar hafði verið bróðir Gissurar. Og þeir vilja arf til jafns við Snorra og þá fer Snorri að tala að hann ætla ekki að telja staðina með og ekki Bessastaði og fleiri hluti. Þannig að þeir fara til hver á að reka erindi þess, það er auðvitað Gissur og þeir fara til hans og kvarta og þá dregur Gissur upp konungsbréfin sem hann hafi fengið áður og segir að Snorri sé landráðamaður. Í Hákonum er mjög skýrt að Gissur átti að reka hann úr landi og drepa hann bara ef hann gæti ekki annað. En Snorri, hann vissi þetta af hættunni, þannig að hann ætlaði að yfirgefa Reykholt, þar sem hann var búsetturinn. Hann er bara lengi að pakka, þannig að hann er haustið 1241, í lok september, þá kemur Gissur með lið og Snorri er drepinn og það er alveg óljóst hver fyrirskipar drápið. En það er hins vegar alveg ljóst að Gissur hlauta einhver tök á að handsama Snorra ef hann hefði viljað láta hann lifa. En þetta dugar ekki til, því að Sturla Sighvatsson átti bróður sem var út í Noregi og hafði gerst hirmaður, Þórður Kakali. Hann kemur til Íslands árið síðar og þá líta allir Sturlungur á hann sem sinn leiðtoga. Og allan Vestfirðingafjórðung þá ganga Sturlungar til liðs við Þórð og Sturlungar voru venslaðir öllum helstu bændum þar slóðir. Þannig að þessi fjölskyldi er miklu stærri en bara þessi 3 bræður og þeirra lið. Það er líka systur þeirra, eiginmenn þeirra, afkomendur þessa fólks, þetta er stórt
lið og allstaðar í Vestfirðingafjórðungi einhverjir sem eru tengdir Sturlungu. Og Þórður safnar öllu þessu liða bak við sig en nær ekki Norðurlandi, þar sem Kolbeinn ungi er fyrir. Þannig að þeir Kolbeinn og Þórður fara í svona skæruhernað, hvor gegn öðrum. Og Kolbeinni gengur nú heldur betur án þess að vinna neitt afgerandi sigur. Og við sjáum að Gissur er ekki mjög blandar inn í þetta vegna þess að Þórður er aðalega að reyna að komast til Eyjafjarðar, þar sem Kolbeinn hafði lagt undir sig. En þá fer Þórður að safna saman skipum og leggur á sjóhernað. Þannig að hann fer með herskip eða skip frá Ströndum og Þórður fer hinum megin frá Kolbeinn, og þeir mætast á Húnaflóa. Þarna er þriðja fræga stórasta Sturlungaldar sem er svokallaður Flóabardagi. Og þar er 1244. Það er 1244 og þar er Kolbeinn mun öflugri og hann sigrar í bardaganum. Þannig að Þórður þarf að flýja, en þetta er svokallaður Pírusar sigur sem þýðir sem er frægt hugtak úr stríðum arftaka Alexanders mikla og Rómverja þarna 300 fyrir Krist, að ef einhver herforingi vinnur en nær ekki að fylgja sigrinum eftir, þá er það kallað Pírusar sigur, og þetta er kennt við konungin sem vann allar orrustur gegn Rómverjum en vann ekki stríðið. Þannig að menn eru að sammála það að eftir Flóabardaga þá hafi staða Þórðar batnað. Þannig að þeir Kolbeinn ákveða að semja frið og þeir gera það með þeim hætti að þeir ákveða að finna hlutlausan dómara. Og eini maðurinn sem er nógu stór til að geta dæmt í málum Þórðar og Kolbeins er Hákon konungur. Þannig að þeir skjóta málum sínum til Hákonar, en svo deyr Kolbeinn og ákveður að gefa Þórði eftir Eyjafjörð gegn því að frændi hans Brandur Kolbeinsson fái að ráða Skagafirði, og það kemur þá fram að Brandur átti fullt af þessum goðorðum Kolbeins í Skagafirði. Það sé eigandi goðorðana er ekki endilega sá sem er höfðingi. Þetta er skammgóður vermir. Þórður og Brandur eru saman á Norðurlandi 1 metur en síðan fara þeir að berjast, og það er 4. stórustan, Haugsnesbardagi. Þetta er eiginlega allt mest að þessu í Skagafirði, og þar sigrar Þórður og Brandur er drepinn. En eins og áður, að vinna bardaga er ekki að vinna stríðið, og Gissur er þarna eftir á Suðurlandi. Þannig að þeir Þórður og Gissur fara að tala saman, og þeir sjá bara eina lausn, og það er að skjóta málum sínum til Hákonar konungs. Og þetta gerist árið 1247 og þá ákveður Hákon konungur að nú þurfum við hann að taka yfir Ísland. Þannig að hann skipar Þórð kakala yfir allt Ísland. Hann er svona úrskurður í málum þeirra. Gissur fær sýslu í Þrándheimi, bara ekki vel gert við hann en ekki í Noregi, ekki á Íslandi, og Þórður er sendur til Íslands og hann ræður þarna yfir Norðurlandi, Suðurlandi og Borgarfirði. Það er að segja héruðin sem konungur taldi sig eiga. Þannig að þá má segja völd Hákonar konungs á Íslandi, ef við tölum bara Borgarfjörð þá hófust þeir 1220, en ef við tölum Norðlendinga og Sunnlendinga þá eru þeir orðnir konungsmenn strax árið 1247, sem er svona kannski ekki svo söguskoðun sem við að venjast. Og fyrir ekki, svo spólum maður aftur, af hverju telur konungur sig eiga þessi? Já, Þórður og Gissur hafa vantilega afhendunum sem hluta af sáttum þeirra. En spurningin er, hvað felst í þessum völdum? Og það greinir höfðinginn og kónginn dálítið á, að því að Snorri og Þórður og Gissur og eftir honum, þeir líta svo að þeir eigi bara að vera sjálfstæðir höfðingjar. Þeir stjórni í nafni Noregskonungs, en þeir geti verið jafn sjálfstæðir, til dæmis Orkneyjar allar, sem stjórnuðu Orkneyjum og sögðu að Noregskonungur væri þjóðhöfðinginn, en þeir stjórna öllu. Og það er hugmynd þeirra, að Ísland verði svona hálf sjálfstætt með Noregskonung að nafnu til, og því að skipti máli að vera fornum konungættum. Þannig að það gat ekki hver sem er orðið kongur. Og Þórður er komin í þarna stöðu sjálfstæðis leiðtoga 1247 og hann svona eflir menn til valda bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum, en þeir landshlutar verða ekki hluti af ríki konungs á Íslandi strax. Og það virðist vera eitthvað svona markmið Þórðar að hann verði bara æðsti maður á Íslandi. Nú þá er Þórður klagaður til konungs, biskupinn á Hólum segir Noregskonungi að Þórður sé bara milljóndir sig en ekki kónginn, og Þórður er kallaður til Noregs aftur og hann fer. Þannig að þá sjáum við að hann hafði ekki mikil tök á óhlýðnast konungi, og konungur sendir aðra
menn í staðinn og nú það Gissur sem á að stjórna Norðlendingum og Sunnlendingum. En í Borgarfjörðin sendir konungur frænda Þórðar, Þorgils Garða Böðvarsson, og þá hugmyndin að skipa einhvern vætt Sturlunga yfir Borgarfjörðin, augljóslega. Og þetta fer mjög illa vegna fylgismenn Þórðar líta svo ekki á að Gissur sé fulltrúi Noregskonungs, heldur sé það áfram Þórður. Þannig að þarna átökin að seinni hluta Sturlungaaldar snúast það, hver hinn raunverulegi fulltrúi konungs? Og Þórðarmenn viðurkenna bara Þórð. Og þetta heldur áfram mjög lengi. Gissur sest að á Flugumýri í Skagafirði. Þar bær hans brenndur. Hann var búinn að tryggja sér visst bandalag við Sturlunga, við mannin sem hann leit á sem leiðtoga Sturlunga, sem var Sturla Þórðarsson, sagnaritari. Í ljós kemur að Sturlungar fylgja öðrum, þannig að Flugumýri brennd og þarna verður hinn fræga Flugumýri brenna, sem ekkert langt frá Örlygsstöðum eða Haugsnesi, þannig að þetta alltaf mjög svipuðum slóðum. Og þá Gissur mjög erfitt uppdráttar og fer að lokum frá Íslandi. Þorgils Garði, hann hins vegar ákveður að gera tilkall til valda í Skagafirði. Og það ekki í nafni konungs, heldur vegna hann að vætt áspyrninga í móðurætt. Og hann tekur það skref sem nýtt að hann fær Íslendinga til eða Skagfirðinga og Eyfirðinga til að sverja konungi skatt. Og þá kemur ný hugmynd til sögunar, sem í samræmi við það ríki sem Noregur var að verða á 13. öld. Að því stjórnar beint, ekki með því að konungar fóru og ferðuðust á milli og fengu peninga frá bændum í þar sem voru stattir hverju sinni, heldur bara að það sé lagður á árlegur skattur. Og þessi Noregskonungur sendir fulltrúa sinn til Íslands og hann talar við Þorgils og Hólabiskup og þeir samþykkja að gera þetta á Norðurlandi árið 1256. Þannig að þannig komin annað hlutur inn í yfirráð Noregskonungs sem ekki bara þessi formlega viðurkenning, heldur bara að því fylgi skattgreiðslur, að vísu ekki talað hvernig skatturinn að vera. Nú, Þórður lést 1256, systir hans Steinvör lítur á sig sem arftaka erfingi hans og skipar tengdason sinn yfir Eyjafjörð. Þannig að það ennþá þessi hugmyndum að konungurinn ráði ekki. Og það Þorvarður Þórarinsson af ætt Austfirðinga. Og Þorvarður drepur Þorgils Garða í Eyjafirði árið 1258, þannig að þarna allir konungsfulltrúar á Íslandi dauðir. En þá sendir konung Gissur til Íslands, hann skipar hann yfir Sunnlendingafjörðung, Norðlendingafjörðung og Borgarfjörð, og skipar hann jarl. Þannig að þarna að komast ákveðin mynd á yfirráð konungsins. Og það virðist eins og Gissur sé að fá fram það sem hann hafði alltaf viljað, að hann virðist svona sjálfstæður jarl. En þá kemur babb í bátinn því að konungur vill samt að hann taka upp skattlagningu. Og Gissur virðist mjög tregur til þess. Þannig að þá skiptir konungur kúrs og tengdasonur Sturlu Sighvatssonar, Hrafn Oddsson, skipaður yfir Borgarfjörðin, en ekki sá maður sem Gissur hafði sett yfir sem var Sturla sagnaritari. Og þá konungur segja, Gissur, þú ræður ekki, ég get sett nýja menn yfir hvað sem Og Hrafn var bara mjög áhrifamikill hjá Vestfirðingum og konungurinn þarf þá líka. Og það það sem gerðist árið 1262. Fulltrúi konungs kemur, talar við bæði Gissur og Hrafn og þeir eru bara í keppni, hvor ætlar að vera á undan. Að sverja konungi gatt og það eru Norðlendingar og Sunnlendingar sem gera það. Og það það sem hinn svokallaði gamli sáttmáli snýst að Norðlendingar og Sunnlendingar eru sverja konungi skatt, Vestfirðingar koma að síðar. Þegar Hrafn Oddsson búinn að átta sig á því að Gissur sé búinn að gefa eftir, þá gefur hann eftir fyrir sitt liti og verður einhvers konar yfirmaður Vestfirðinga. Og það ekkert sem bendir þess að Gissur hafi nokkuð tíma stjórnað Vestfirðingum. Þeir fá þarna bara sjálfstæðan höfðingja sem verður svo sýslumaður þegar þau embættir tekið við. En það ekki búið, því að það bara heill fjórðungur eftir og líka austurhluti Sunnlendingafjórðungs. Það sem sagt Oddaverjarnir. Og eins og ég nefndi áðan, Þorvarður Þórarinsson var þarna á Austfjörðum. Hann líka áhrifamikill á Suðurlandi vegna þess að tengda faðir hans, tengda móðir hans var Steinvör, systir Sturlu Sighvatssonar. Tengda faðir hans var af ætt Oddaverja, Hálfdán Sæmundsson. Þannig að hann sem sagt, þetta allt saman nátengt. Þannig að Þorvarður átti þarna ítök og það þurfti einhvern veginn að knýja hann og frændur hans til að fylgja þetta líka. Og þá gerir konungurinn það eða fær því framgengt að erkibiskup lætur vígja Brand Jónsson, Hólabiskup. Brandur Jónsson var af ætt Svínfellinga fyrir austan.
hann hafði verið ábóti í Þykkvabæ í Álftaveri, en hann hefur engin tengsl við Norðurland. Hann settur Hólabiskup vegna þess að Hóla sú staða var laus. Og Brandur fær þessa frændur sína til að sverja konungi eið árið 1264 og það er hann sem klárar ríkismyndunin og hann dó sama ár. Þannig að þá eru þannig að ég segi að það eru 3 menn sem hjálpa konungi, það er Gissur Þorvaldsson, það er Hrafn Oddsson fyrir hönd Vestfirðinga og svo er það Brandur Jónsson þegar kemur á Austfirðingum. Og Gissur dó skömmu síðar árið 1268 og þá kemur ekki nýr jarl, heldur skipar konungurinn 2 sýslumenn yfir landið og meðal þeirra fyrstu eru Hrafn Oddsson og Þorvarður Þórarinsson. Og þá sjáum við það að það er sama valdaættin sem átt að stjórna. Já. Að goðursmennirnir leggja goður sín í hendur konunga og fjórðungarnir samþykkja greiðan skatt gegn því að þeir sem stjórna Íslandi verði fullur á konungs og þá átti ég að koma að því hvernig stjórnskipun er á Íslandi á síðmiðöldum. Já, ég langar kannski að staldra við áður en Já. við þangað. Svona aðeins til að draga saman hérna Sturlungaöld. En ef þá rétt skilja mér að það eru svona í rauninni sko 2 kraftar að verki sem gera það verkum að menn sjá sér hag í því að gangast Noregs konungi á hönd. Það er annars vegar einhvers konar tákgrænt eða menningarlegt auðmagn sem að virðist hafa einhvers konar gildi í þessum deilum, þar að segja að tengja sig við konung, það hefur eitthvað. Já, það er ótvírætt gildi því að Þórður Kakal og Gissur Þorvaldsson hefur aldrei samþykkt að láta konung úthluta öðrum konungum ríkja nema vegna þess að þeir trúa því að það munir ráða úrslitum. Akkurat. Og hins vegar þá er einhver þörf á einhverju æðra valdi sem getur úrskurðað mál og leitt þau til lykta. Já, það má segja til þess að þegar menn reyna að skipta upp héruðunum á gamla mótan milli Þórðar og Brands, Skagafjörður og Eyjafjörður, þá endist þú skipan í 1 ár. Þannig að það eru þessir samloðunar kraftar að menn vilja stækka ríkið og einhver einn ráði mestu. Og þessi viðleitni er eiginlega að ferða allt frá dögum Snorra Sturlusonar og æ síðan. Að það er einhver sem vill verða stjórnandi yfir öllu Íslandi. Engins kongur, það er ekkert konungsefni en maður getur ímyndað sér að Þórður Kakari hefði vilja verið jarl og Gissur verður jarl. En hins vegar er ljóst að konungur lítur þetta bara sem tímabundið. Jarlstæmið hverfur með Gissuri og síðan verða yfirmenn Íslendinga sýslumenn, en hann getur ekki gengið framhjá mönnum af höfðingjaáttum. Hann getur ekki gengið framhjá hennum raunverulegu valdahlutföllum. Hrafn Oddsson var bara langt valdamestur fyrir vestan, Þorvarður Þórarinsson fyrir austan og þess vegna þannig hann styðjast við þá. Já, og þannig að það á þessum að þegar við hugsaum valda afstæður innanlands, þá verður ekki mikil breyting á þeim endilega. Ekki strax. Og þess vegna þá er ástæða til að skoða hvernig hegða Íslendingar sér gagnvart konungsvaldinu á síðmiðöldum. Og þar breytist margt. Í fyrsta lagi að Alþingi kemur núna saman allir. Það er ekki lengur fjórðungaskipting. Það er tekin upp þessi þing, það er svo 12 einingar sem tilnefna lögréttumenn og það er þeir sem dæma á Alþingi og það er ekkert ólíkt lögrétta eru 36 manns, þetta er svona svipað og var áður. En þeim er skipta á milli héraða sem eru það orðin raunveruleg svæðisbundin kerfi og sýslurnar eins og þær eru á seinniöldum spretta upp úr þessum þingum. En á þessum tíma eru sýslumenn mjög fáir, kannski 2 til 4 yfir öllu landinu og þeir stjórna þá fjórðungum frekar en þingum. Þannig að þetta byrjar með því að konungur er með mjög létta stjórnskipan. Hann er bara örfáa embættismenn sem stjórna öllu og þeir hafa mjög mikla stöðu innanlands. Nú, það sem breytist líka er að þeir sem eiga að sækja Alþingi er ekki lengur 500 bændur, heldur 84. Það er eins og kallar nefndarmenn. Og það er ákveðið með nýri lögbók, Jónsbók, að nefndarmennirnir eiga að taka þátt í störfum Alþingis og lögréttumennirnir koma úr röðum þeirra. Þannig að hann er verið að stækka minnka þessa pólitísku stétt mjög róttækt úr ríflega 500 í 84 en eflaust ekki sársaukafullt vegna þess að Alþingi hafði ekkert verið mjög starfhæft áratuginu undan. Þannig að þeir sem mættu á Alþingi höfðu ekkert mjög mikil völd. Þannig að þarna fá þeir aftur völd til að koma saman á Alþingi og eru þá sem sagt með sýslumenn sem foringjana og svo lögréttumenn sem næsta stig. Og þá fara Íslendingar að skrifast á við konung sem eru auðvitað stór breyting og það verður til
hugmyndunum sem kallað regimen politicum á latínu eða þingvaldstefna. Að þegar konungar fara að seilast yfir valdsvið sitt, þá sem sagt svarar þingið og lögréttumenn skrifa konungi sem hópur. Og ég myndi segja að þarna verða Íslendingar til sem pólitísk þjóð. Því að þeir sem eru Íslendingar er eitt sameiginlegt áður. Fjórðungarnir hittast á alþingi, svo eru menn með héraðsbundin ríki, en þarna er sem sagt komin eitthvað sem heitir Íslendingar og þeir eru á alþingi og þeir skrifast á við konung. Þannig að þarna verður íslenskt þjóðerni til svona meðal þessa fámenna hóps lögréttumanna. Og það reynir á það strax með næstu kynslóð. Fyrsti konungurinn sem stjórnaði öllu Íslandi var Magnús Lagabætir sem setur Íslendingum nýja lögbók og þangað kemur Jónsbók sem er auðvitað bara nýmæli á þessum tíma. Íslendingar höfðu örugglega ekki gert ráð fyrir því að það myndi fylgja einhver ný lögbók því að gerast hluta Noregi. Vegna þess að alls staðar í Evrópu voru mismunandi lögbækur fyrir svona einhvers konar lagaumdæmi og ekkert ríki var með ein lög. Það var Kastílíu kongur sem byrjaði þessu og svo Noregskonungur. Þannig að það fylgdi margt óvænt í spýtunum því að gerast hluti af Noregi. Höfðingarnir vildu kannski bara fá Noregskonung sem tákgrannan fulltrúa og svo fá þeir skatt og svo fá þeir nýja lögbók. En hún er hins vegar að mörgu leyti frábrugðin norskum lögbókum. Það er svona ýmislegt tekið upp í hana úr gömlu grákassalögunum. Þannig að Ísland fær svona ákveðna sérstöðu. Jónsbók er ólík öðrum norskum lögbókum. En þetta er bara svona stutt hlutverk Alþingis, að það er að dæma eftir þessum nýju lögum. Konungur skipar sína fulltrúa, en árið 1301 sendir hann bara útlendinga til Íslands, norska lögmenn, og þá er gamli sáttmáli endurnýjaður að við teljum. Við vitum þetta ekki frá hvað tíma þetta skjali er, en kringumstæður gera það nú samt langlíklegast að það sé 1302. Og þá er tvennt sem er bætt við gamla sáttmála sem skiptir bæði máli. Fyrsta lagi að það með ekki stefna munum utan, af því að Noregskonungur var alltaf að kalla sína fulltrúa til Noregs, bæði hirðmenn og sýslumenn. Og Noregskonungur átaldi fjölmenna stétt hirðmanna á Íslandi þarna fyrstu áratugina. Og svo líka að lögmenn og sýslumenn eigi að vera Íslendingar á ætt þeirra sem að fornu hafa goðorðin uppgefið. Og þetta er mikilvægt. Það er bæði krafa innlenda valdsmenn, en ekki hvaða menn sem er, heldur menn sem er á gömlu goðættunum eins og þeir höfðu verið Hrafn Oddsson og Þorvarður Þórarinsson, þannig að það verið að biðja það saman. Og þetta gerir konungurinn að mestu leyti á 14. öld. Hann er að skipa Íslendinga í þessi embætti. Þegar hann skipar menn frá Noregi þá eru þeir oft tengdir íslensku valdættunum. Það er sem mágar giftir íslenskum konum sem eru þá af þessum valdættum. Þannig að það verður svona heilmikil samfella og það má rekja ættir frá bæði Oddaverjum, Sturlungum og þessum gömlu valdættum til ráðamanna á 14. öld. Þannig að þingvaldstefnan snýst mjög mikið þetta, að gamla liðið sé við völd. Hún snýst líka það að konungur breyti ekki því sem var ákveðið í gamla sáttmála. Þannig að til dæmis árið 1305 ákveður konungur að helmingur konungsskattsins fór til þess að reka alþingi og stjórn á Íslandi. Konungur fekk bara helmingin af skatturum til sín. Nú, árið 1305 ákveður Hákon sem þá var konungur að þetta sé bara allt og mikið og hann ákveður að fækka nefndarmönnum og að Íslendingar fái fjórðung konungsskattsins. Þá verður allt vitlaust. Þannig að Íslendingar, konungsfattrúin sem þá var sendur, hann dó skömmu síðar og Íslendingar eru bara mjög mikið að reyna að sýna fram og þeir hafa ekki drepið hann. Af því hann fekk mikla andstöðu og sagt hann hafa verið mjög hræddur. Og svo var hann drápkattur og þá stöðum við drápum hann ekki, er sagt í öllum íslenskum heimildum. Þannig að það er bara hættulegt að vera konungsmaður á Íslandi þarna þessum mundir. En niðurstaða málsins er konungur ákveður að fjölga nefndarmönnum aftur og Íslendingar fá að halda sínum skatti. Og þannig eru bara kaupin á eyrunni. Það sem konungur græðir mest á Íslandi er í gegnum kaupsiglingu. Og vegna þess að íslenskum höfðingjum var alveg saman það. Og konungurinn drjúgur hluti konungstekna af Íslandi var í gegnum svo kallað sekkergjald sem var verslunarskattur sem var innheimtur í Björgvin. Og öll verslun frá Íslandi átti að fara í gegnum Björgvin. Björgvin í Noregi, sem sagt. Á Hörðalandi í Noregi, sem sagt bara klassísk tengsl. Sem er dálítið samt þverstæðukennt vegna þess að þeir sem stjórnuðu verslunni við Björgvin voru þýskir kaupmenn.
Akkúrat. frá Lübeck og ýmsum Hansaborgum, þannig að sko björgvinnumenn verða svona milliliðir. Akkúrat. Þeir sigla til Íslands en svo taka Þjóðverjar við þessu íslenska fisknum og vaðmálinu og því sem Íslendingar gátu selt og konungur fær svona skatta þessu verslun og það er mikil viðbót fyrir hann. Svo lengi sem hægt er að hafa verslunina algjörlega í gegnum björgvin. Akkúrat. Ég plugga kannski hérna þætti með Helga Þorláksinni verslun á Sinnvöldum sem verður síðar í seríunni. Við erum mjög grundigt í þetta. Mjög rækilega frá þessu. Akkúrat, en endilega halda fram. Já, sko, það einkennir eiginlega konungsstjórnina í Íslandi að allar tilburðir að breyta hlutum, þeir fara mjög illa. Og það má til dæmis tala um það þegar konungur ákvað að leigja embætti hirðstjóra og þá er Íslandi skipt á milli 4 manna sem sagt borga konungi fasta upphæð. En vandamál þess er að það voru svona óskýr mörk hver ætti að innheimta skattinn. Þannig að þessi menn fara að berjast og lokum kemur til Íslands norskur maður, Smiður Andrésson, sem er að vísu tengdur íslenskum höfðingjum. Bróðir hans átti íslenska konu til dæmis og hafði áður verið hirðstjóri konungs og þá er konungur fann að nota eitt fulltrúa, svokallaðan hirðstjóra, til að segja íslensku sýslumönnum fyrir verkum og Smiður reynir að skakka leikinn, tekur menn að lífi sem höfðu verið að skattpína bændur í vitlausum fjórðungi og svoleiðis, en það er gerð aðför á honum á Norðurlandi og hann er drepinn. Banamenn hans eða höfðingjar Norrlendinga fóru til Noregs og er hent í fangi sem svo er þeir gerðir sýslumenn í staðinn, sem þýðir það að konungur gefst upp á að stjórna þessu liði. Hann ákveður bara að ég verða að vinna með íslenskum höfðingjum. Þannig að aðförin að Smiðu og hinn svokallaði grundarbardagi sem tengist henni sannar það að konungur getur ekkert stjórnað landinu án þess að vera í sátt og samlyndi við íslenska höfðingja. Og svona í kringum 1400 þá er stjórnskipan Íslendinga orðin þannig að það er alltaf einn hirðstjóri. Það er að segja að það er ekki margir hirðstjórar, jafn margir og sýslumenn og hafi verið áður, heldur er bara einn og hann er svona ekki, hann er svo oft sýslumaður líka en það eru fleiri sýslumenn. Og þá þarf að verða til sýslur sem byggja á þingunum, eins og Borgarfjörður, Borgarfjarðarþing, Árnesþing, Hegranesþing í Skagafirði. Þannig að þarna fer stjórnskipanin að líka því sem er seinna. Og þetta skiptir öllu máli vegna þess að á 15. öld fer konungur að senda útlendinga sem hirðstjóra, nána trúnaðarmenn sína, danska eða þýska, af því að Norðurlönd höfðu þetta sameinast á þessum tíma í Kalmarsambandinu og þar eru þýskir kaupmenn og þýskir menn mjög áhrifamiklir. Og við getum auðvitað að fara aðeins nánar í þá sálma og hvaða áhrif það hefur. En það fer að vera algengara á 15. öld að hirðstjóri konungs sé ekki Íslendingur. En þeir sem fólkið hitti, sýslumennirnir, þetta voru allt saman Íslendingar. Þannig að stjórnkerfi landsins er byggt á Íslendingum áfram og það gat alveg gerst að jafnvel að sýslumennirnir svona leiða umræðina frekar en hirðstjórinn. Hann kom bara og safnaði skattinum, sérstaklega ef hirðstjórinn var útlendingur. Íslenskur hirðstjóri gat svona reynt að skipa sýslumönnum fyrir verkum en útlendingar þeir fóru bara að sóttu peningin. Þannig að þarna er mjög mikið lausatök á stjórninni. Konungur vill bara fá sitt og sýslumennirnir safna því sama fyrir hann en þeir eru fulltrúar yfirvaldsins á Íslandi eiginlega svona allar þennan tíma og þetta gildir alveg fram að síðaskiptum, alveg út miðaldir. Að þeir valdsmenn sem mestur réðu voru sýslumennirnir og svo eru hirðstjórar svona stundum í forsvari. Vandamál konungs voru að verða af öðrum toga, sem er svo að björgvinna verslun hnignar og englendingar fara að sigla beint til Íslands og englendingar höfðu bara kaupt sinn fisk af björgvinnumönnum og þýskum kaupmönnum, hansakaupmönnum sem voru að flytja hann frá björgvinn og öðrum stöðum, en þarna hafa þeir getuna til að sigla til Íslands og þetta gerist í upphafi 15. aldar og birta þar leyfisbréf frá Englandskonungi að þeir hafi leyfi. Og þá fór mann að hugsa, hvað með leyfisbréf frá Noregskonungi? Og á þessum tíma er Noregskonungur orðinn Danakonungur og reyndar Svíakonungur líka því að öll Norðurlönd höfðu sameinast undir einu konungi 1397. Það var Eiríkur frá Pommern, hann kom sjálfur frá Vindlandi, þar sé að norður héruðum Póllands. En hann verður þarna konungur sameinaðra Norðurlanda og þegar englendingar byrja að sína þarna bréf, þá segir Eiríkur, býta þið þurfum líka leyfi frá mér og hann
ákveður að banna alla verslun og að Björgvin eigi áfram að vera einokunarhöfn. Og vandamálið sem Eiríkur stóð frammi fyrir er að þetta var fullkomlega óframkvæmanlegt. Englendingar héldu áfram að sigla og árið 1419 semja Íslendingar svona bréf til Eiríks að árétta að það sé bara skortur á verslun og meðan það sé þannig þá getur ekki annað en siglt verslað við Englendinga og þetta er íslenska elitan sem gerir þetta. Allir helstu höfðingjarnir, embættismenn konungs, þeir eru að skrifa og segja við viljum þetta ekki. Og þá sendir konungur danskan klerk, Hannes Pálsson, til að framfylgja þessu og honum er rænt og hann er fluttur til Englands og semur hann að langa skýrslu athæfi Englendinga sem er aðal heimildin hvað Englendingar eru að gera á Íslandi í upphaf 15. aldar. Og hann segir ekki treysta íslenskum höfðingjum. Nú eftir daga Hannesar þá eru oft Íslendingar í æðstu embættum og þeir virðast hafa látið þessa verslun óátalda. En allan tíman með Eiríkur Pommen er konungur Norðurlanda þá er formlega séð einokunarverslun en í raun og veru geta Englendingar verslað hérna. Og svo eftir Eiríkur steypt á stóli og svo fyrir að Svíar að gera uppreisnir gegn dansk-norska konungsríkinu og vilja ekki vera hluta því. Og það er við þær kringumstæður að við til valda í Danmörku kemst Aldinborgarættin sem stjórnar Danmörku í 400 ár. Og þeir heita alltaf Kristján og Friðrik til skiptist, nánast alltaf, það er ein undurning sem ég ætla einmitt að nefna rétt á eftir. En fyrsti konungur heitir Kristján fyrsti, en hann er ekki bara konungur yfir Danmörku og Noregi og hann reynir að vera Svía konungur, það tekst ekki alltaf hjá honum. Hann er líka hertogi yfir Slesvík og Holstein, sem eru fjölmenn héruð í Norður Þýskalandi og meiri hluti þegna Kristjáns eru Þjóðverjar. Og það segir okkur þetta þýsk áhrif á stjórnstöðuna sem voru heilmikil í gegnum hansakaupmenn og ráðgjafa, þau fara bara að verða ennþá meiri. Þannig að Ísland er komið á svona danskt-þýskt menningarsvæði með þessu. Nú Kristján fyrsti, hann hefur mjög sérstaka pólitík að hann þegar að gefa út leyfi handa Englendingum. Hann í rauninni stefna ríkisins er áfram að það sé einokunarverslun en hann fer samt stundum að gefa leyfi. Og það er það sem gerist að þetta virðist nást ákveðin lending. En svo gerist það 1467 að hirðstjóra konungs, Björn Þorleifsson hét hann, var íslenskur. Honum finnst Englendingar vera komnir þarna í leyfisleysi. Og þetta er eiginlega elsta dæmið Englendinga á Snæfellsnesi og fyrir vestan, af því að Hannes Pálsson nefnir þetta ekki í sínu bréfi. Björn var sjálfur búsettur á Skarði, á Skarðströnd, búsettur fyrir vestan og hafði komið undir sér fótunum þar. Þannig að hann fer og ætlar að reka Englendinga burt frá Rifi á Snæfellsnesi og er drepinn. Og hann er sem sagt annar hirðstjóri konungs drepinn, en ekki af Íslendingum í þetta skipti heldur af Englendingum. Að vísu sagði Björn að Englendingar ættu sér íslenska bandamenn, þannig að kannski var það nú líka. Og í kjölfarið verður heljarmikið verslunarstríð þar sem Danakonungur beitir því vopni sem hann átti helst sem var að stöðva siglingar í gegnum Eyrasundið. Að því að ef við vill sigla frá Norðursjó yfir í Eystrasalt þá verður að fara gegnum Eyrasundið. Og Danakonungur stjórnar þá ennþá bæði Skáni og Sjálandi þar sem hann er bara valdsmaðurinn við Eyrasund og núna auðvitað er Eyrasund eitt svæði og það var það líka þá annað 15. öld. Og þannig nær hann að knýja Englendinga lokum að samningaborði, en það tekur langan tíma og Kristján fyrsti var augljóslega búinn að átta sig á að þessi einokunarverslun hugmynd var ekki möguleg allavega sinn. Þannig að hann fer að hvetja þýska kaupmenn til að sigla til Íslands. Þannig að þá fara Hamborgarar og Brímarar, kaupmenn frá Hamborg og Bremen að sigla stórum stíl til Íslands í trassi við til kaupmenn frá Lübeck sem stjórnuðu björgunarverslun og sögðu hvað, þið eru bara eyðilegja allt fyrir okkur. Og þetta hefur nú stundur verið kölluð þýska öldin, mætti líka tala þýsk-ensku öldina því Englendingarnir héldu áfram að koma. En Þjóðverjar verða bráðum sterkari. Og þá gerist það eftir mikið japl og jaml og fuður að eftir lát Kristjáns fyrsta þá verður kongur eini maðurinn þessari ætt sem héti ekki Kristján eða Friðrik, það er Hans konungur, kallað John á ensku og þetta er náttúrulega allt sama nafnið, Jóhannes, Jóhann. Og Hans semur við Englands konung, Hinrik VII, fríverslun.
að Englendingar og Þjóðverjar það mega bara versla frjálst á Íslandi að uppfylltum vissum skilyrðum. Þannig að það verður sem sagt mikill áfangi í þágu verslunarfrelsis 1490 sem síðan stendur það til aftur komið á einokunum verslun sem þá í gegnum Danmörku. Vandamálið frá sjónarhóli Íslendinga og íslenskra höfðingja, það eru lögréttumenn og þeir sem beittu sér fyrir þingvaldi á Íslandi, að þeir vildi ekki að þessir útlendingar gerðu sig of heimakomna. Þannig að þeir setja alls konar skilyrði og bönnuðu til dæmis vetursetu útlendinga og annað slíkt. Og það hins svokallaði píningsdómur sem kenndur við þýskan hirðstjóra konungs en í rauninni bara algjörlega komin frá Íslendingum og íslensku elitinni. Og markmiðið að dvöl útlendinga á Íslandi var raski ekki samfélagsskipan. Þannig að í stuttu máli, þegar ég fer yfir það hvernig valdstjórn háttað á Íslandi í upphafi 16. aldar, þá það fyrsta lagi að Íslendingar vildu virða fornar hefðir, gamalt samkomulag til dæmis völd ríkis og kirkju, vitna mikið í lög Ólafs helga sem dæmis tekið, kirkjunumenn sérstaklega. Þeir vildu íslenski menn, sýslumenn stjórnuðu alltaf. Hirðstjórnir voru þá orðnir fyrst og fremst höfuðsmenn í danska sjóhernum og oftar þýskir en danskir, gátu verið norskir. Og allar breytingar, þegar voru gerðar einhverjar breytingar, þá vísa Íslendingar í gamla sáttmála eða einhver slík skjöl fornan rétt. Og að mörgu leyti sjálfstæði Íslendinga ennþá heilmikið í upphafi 16. aldar. Það ekki fyrir en ríkisvaldið eflist með yfirtöku kirkjunar og lúthersku siðbreytingunni að konungsvaldið nægilega vopnum sínum og fer í fyrsta skipti að senda herskip til Íslands. Og ég held að það hafi komið Íslendingum nokkuð í opnaskjöldu. Já. Þannig að sjálfstæði Íslendinga heilmikið innan norska konungsríkisins. Jafnvel eftir að skattgreiðslur hefjast og alla leið að siðbreytingunni. Þá konungi sett mjög mikil vörk hvað hann má gera. Þá þessi svona mikla áhersla sem lögð í kennslubókum og söguvitund landsmanna á ártalið 1262 ástæða til að endurskoða þá sumuleyti, það tók konung miklu lengri tími að komast til yfirráða á Íslandi og ég myndi segja að því ferli lýkur ekki fyrir með lögtöku Jónsbókar árið 1281. Já, og þú ert að segja meira að segja þótt hann komist til yfirráða þá eru þetta margar aldur eftir það sem að... Já, og svo má líka segja að svo erum við vön að stökkva mjög hratt yfir til 1551 eftir það og lítill gaumur gefinn að því hvað var að gerast á Íslandi í millitíðinni. Já. En staðreynd málsins svo að konungur hefur mjög lítil færi á að stjórna landinu beint. Íslenskir höfðingjar vissu alveg hvað þeir vildu. Þeir vildu hafa valdsmenn af þessum gömlu goðorsættum. Á 14. öld orðin til stórjarðahenduga stétt sem á 90% af öllu jarðnæði á Íslandi. Þetta sömu fólkið og var af goðættunum. Þannig að það svona mjög fámenn yfirstétt sem myndast á Íslandi og orðin til 1400 allavega. Og þetta eru þeir sem gegna öllum embættum, sýslumanns embættum og setja í lögréttu og lögréttu mannahópurinn aðeins stærri en samt ekki mikið stærri, ég eins og segja 84, þetta ekki fjölmennur hópur, en þetta sem allir tengjast innbyrðis og þetta auðvitað það þjóðfélagsskipan sem komst á Sturlungaöld, hún heldur áfram. Þannig að þó við lítum á Sturlungaöld sem svona stutt tímabil sem svona dálítið frávik, þá má segja að Sturlungaöld leggur mjög mikið grunninn af því sem gerist á eftir og þessir aldir skattlandsstjórnarinnar sem getur kallað svo fram að því að konungur verður valda meiri á 16. öld það eru afkomendur Sturlunga og Oddaverja og Ásbyrninga sem fara með völdin á Íslandi svona mestan part. Þannig að þú segir að 1262 til 1550 þá Ísland skattland. Já, það skattlandsstjórn og frekar sjálfstæð þar sé íslenska valdastéttin fer sínu fram það eru viss mörk og auðvitað fekk konungur sem skatt og hann skipar embættismenn en það eru viss takmörk sett hvað konungur má og má ekki gera. Hvað er munurinn á skattlandi og léni? Já, þetta svona annar hlutur, lén svona lægra sem sagt. Það má auðvitað segja það að þegar
konungur til dæmis leigir Ísland og fær fámennum hópi þarna völdin, þá er þetta einkenni lénsvald stjórnar en þetta eru samt embættismenn og lén snýst að fá jarðir og konungur eignast ekkert mikið af jarðnæði á Íslandi fyrir 16. öld. Það er aðalega Bessastaðir sem konungurinn á. Það breytist mjög mikið við siðbreytinguna. Þá verður til fjöldi konungsjarða og þá getum við farið að tala lén frekar og svo má segja auðvitað að staðirnir í jarðirnir sem voru í eigu kirkjunnar, þeir verða kirkjuléni fljótlega fyrir 1300. Þannig að ef maður vill tala léns áhrif þá eru þau frekar kirkjan. En jafnvel þá, þegar biskupar vilja sjálfur fá að ráði hverjir sýta stöðum, þá velja nú stundum menn sem af þessum gömlu ættum og ég get tekið sem dæmi að kirkjan er yfirráðum yfir Odda fljótlega eftir 1270 tekur það af bændunum sem sátu þar en það er annar maður af ætt Oddaverju settur yfir Odda. Þannig að þeir vissu þetta að það mátti ekki ganga of langt gegn hefðinum. Þannig að það má segja að kirkjan ráði því hvaða Oddaverji sitja á Odda þarna eftir. Einmitt. Mér langar bara aðeins í lókina að spyrja gamla sáttmála svona sem heimild. Þetta er utbyrð heimild sko, því að fyrsta lagi elsta gerð gamla sáttmála sem að svo á að vera og er svona dálítið sannfærandi, til og með sér bara talað bændur í Norðlendinga og Sunnlendingafjórðungi en það er engin handrit, gömul handrit til að þessari samþykkt. Þau eru frá 16. öld. Elstu handritin. Síðan er hann endurnýjaður væntanlega í kringum 1302 og tengt þessum deilum sem þá eru. En jafnvel þá er ekki til eldri handritin frá 15. öld. Þannig að það má auðvitað með vissum rétti líta á þetta sem síðmiðaldaskjöl, þessi heimildir, en sem þá væntanlega samt og að ég vil meina að gamli sáttmáli vísi í eldri skjöl og elstu skjölin hljóta að vera eldri. Hins vegar verður það jafnframt að viðurkennast að staða gamla sáttmála er ekki svo sem Jón Sigurðsson sagði og Íslendingar trúðu mjög lengi að hann var einhvers svona stjórnarskrá. Gamli sáttmáli hafði ekki lagagildi og hann er ekki varðveittur innan lagana. Þannig að sko konungur var líklega taldi sig algjörlega óbundinn af þessum gamla sáttmála. Og fyrir ekki, hvað átti Jón Sigurðsson við með því að gamli sáttmáli var eitthvað skonar stjórnarskrá? Hann bara líkti gamla sáttmála sem stjórnmála. Þegar konungur afnemur einveldið 1848 þá segir Jón Sigurðsson að þá er gamli sáttmáli komin aftur í gildi og þá er hann að segja að gamli sáttmáli er ígildi stjórnarskrár. Þessu mótmælti danskir lögfræðingar á þeim tíma og höfðu örugglega rétt fyrir sér. Hins vegar var þetta mjög góð kenni tilgáta upp á það að hjálpa Íslendingum að sækja sjálfstæði eins og þeir vildu. En því miður hafði gamla sáttmáli væntanlega ekki þá stöðu. Hann er svona skilmálaskrá. Hann er svona skilmálaskrá ákveðins hóps, stundum alls alþingis, stundum bara Norðlendinga og Sunnlendinga hvað þeir vilja gera gagnvart konungsvaldinu og þessi skilmálaskrá er endurnýjuð margoft. Við höfum Skálholt samþykkt 1375, þá var konungurinn nýláttinn og annar tekinn við. Við höfum bréfið sem Íslendingar skrifa Eiríki konungi 1419 verslun sem vísar í það samt þessa fornu réttindi. Íslendingar skrifa Eiríki aftur 1431 og eru þá að kvarta undan yfirgangi útlendra fylgismanna biskupa. Þetta er í aðdraganda þess að Jón Gerriksson er svo drepinn 1483. Þannig að Íslendingar eru alltaf að skrifa konungum. Árið 1496 ákveða Árnesingar að skrifa sérstaklega konungi. Það er svona svo kallað Áshildarmýrar samþykkt. Og þar er verið að standa á rétti innlendra valdsmanna. Og mjög líklegt að sýslumaður Árnesinga sem þá var Þorvarður Erlendsson sem síðar er lögmaður, að hann hafi komið að þessari Áshildarmýrar samþykkt því það verið að passa upp á hans rétt til að vera sýslumaður eins og forfeður hans höfðu verið áður. Og þar er bara gamli sáttmáli birtur í heild sinni. Þegar fyrsti hluti siðbreytingarinnar gerist í Skálholtsbiskupsdæmi 1501, þá segir lögmaðurinn norðanlands og vestan af sér, það er Ari Jónsson, sonur Jóns biskups, sem var kaþólskur, og hann gerir það með tilvísun í gamla sáttmála. Þannig að þetta er svona skilmálur sem Íslendingar halda áfram að halda á lofti og var svona, má lýsa sem alþingi gagnvart konungsvaldinu. Einmitt. Akkurat. Já, ég held að við sem komum með ansi góðan upptakt að
síðbreytingunni sem að verður tekið á eftir nokkur þætti Ok, gott. og fer nú að líða að lokum hjá okkur. Mig langar bara að spyrja þig í lokin, Sverrir, ég reyni að spyrja alla sem að hingað koma þú hefur lagt fyrir þig svona stjórnmálasögu miðalda. Já, meðal annars, líka Meðal- hugmyndasögu. Akkurat, já. Og en sko, okkur finnst þér þetta mikilvægt og hvað var til þess að þú ákvaðst að einbeita þér að þessu í þínum rannsóknum? Já, sko, mér þótti nú Sturlungaöld lengi skemmtileg og Sturlunga var nú til að heima hjá mér og ég var að lesa hana. Hélt mér fyrst lengi að Sturla væri kona og sem setur þessa frásagn í allt annað samhengi en svo áttaði mig á því að þetta væri kall. En svona, ég hafði lengi haft gaman að þessu og gaman af svona bókum sem sögðu frá þessu. En svo, þegar ég kom í sagnfræði háskólanum, þá var ég samt meira að hugsa nútímasögu. Sögu seinni alda og það náttúrulega það sem kennt í menntaskólum, fyrst og fremst. En ég var í tíma hjá Helga Þorláksinni, bæði í inngangsnámskeið í Íslandssögu og svo kenndi hann líka valnámskeið svona blóðhendarsamfélagið. Og þá áttaði maður því hvað margt var í rauninni ennþá órannsakað í þessu. Og með því að skoða annað samhengi en mun höfða á dögum Jón Sigurðssonar og hans arftaka, þá hægt að segja aðra hluti sögu þessa tímabils. Þó maður sé að nota kannski sömu heimildirnar að einhverju leyti, þá sem sagt, það gjör ólíkar rannsóknarspurningar. En ég skrifaði nú hugmyndasögu doktorsritgerð, ætlaði að skrifa heimsmynd miðalda, það var svona algjörlega nýtt efni. Og svo hef ég farið aftur í stjórnmálasöguna bara vegna sem ég finnst svona mörgum spurningum það ennþá ósvarað. Og svo ég pluggi mín eigin rit, þá ég núna að vinna að riti skattlandsstjórn, þess vegna hef ég áhuga á henni. Og hvernig Íslendingar fóru að því að stjórna landinu þó það væri formulega undir Noregskonungi. Og ég samdi bók sem ég kallaði Auðnaróðar og fjallar dálítið mikið aðdraganda Sturlungaaldar og sjálfa Sturlungaöldina. Og svona hvernig pólitíkin virka á þeim tíma. Og ég vona að skattlandsbókin mín verði bara framhald af því. Akkurat. Já, frábært, það er gaman að heyra og þetta er svona eitthvað sem maður heyrir alltaf. Ég var að byrja í sagnfræði, þá var manni sagt að það var mikil tækifæri einmitt þarna þessum tíma, 14. 15. Já, sko, það hefur nú ekki verið rituð yfirlitsbók tímabili 1281 til 1551, sko. Þó að það séu til bækur 14. öldina sérstaklega og 15. öldina, þá hefur þetta ekki verið tekið saman áður. Og þannig að hér vannýtt auðlind. Akkurat. Einmitt, já, við bara bíðum spennt og ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Sverrir. Já, takk. Kærar þakkir fyrir að hlusta á Íslandssöguna. Í næstu viku mun ég ræða við Helga Þorláksson verslun á miðöldum. Ég minni jafnframt á Patreon síðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan. Þar er hægt að velja 3 flokka. Það er hægt að gerast hollvinur og styrkja Íslandssöguna 10 daglega mánuði. Það er hægt að gerast velgerðarmaður og styrkja okkur 25 daglega mánuði. Og svo er flokkurinn Sagan öll, þar sem að hægt er að styrkja Íslandssöguna 50 dali á hverju mánuði og fá jafnframt nafn sitt lesið upp í lok hvers þáttar. Og mér er mikil ánægja að greina frá því að fyrsti meðlimurinn í flokknum Sagan öll hefur skráð sig til leiks og það er sagnfræðingurinn Agnar Tómas Möller og ég þökkum honum kærlega fyrir stuðninginn. En í næstu viku, sem sagt, verslun á miðöldum.